Sælverði og verið velkomin í Flugusmiðjuna. Í dag þá ætlum við að nýta útgáfu af Brassi, en það er útgáfa sem við dálítið sérstök honum með sem sé svona soldering wick, og þetta er í rauninni ekki nýtingarefni heldur er þetta vír, í rauninni ofinn kopar til þess að lóða saman með, en þetta kemur ágætlega út í búk á svona Brassi og púpum. Og við erum að nota sjálfsögðu Arex krók í þetta sem er Jack Mini Jig nummer 12, einfallega svo þetta sjáist þetta í mynd, og við erum að nota slotted bead sem sé svona appelsínugul, ekki bláa, frá Semperfli. Já, vel á minnst, Semperfli, þeir eru komnir á markað með þetta hérna sem er 110 metrar af Classic Waxed, bæði í 6.0, 8.0 og 12.0. Og þeir eru komnir með þessa þræði í 110 metrum til þess að vera ódýrari heldur en hinn fyrirtækin sem er á markaðnum. Það er að segja meterinn per við spólið er ódýrari, og þeir eru með þetta í 12, og þeir eru með alla litalínuna líka. Þeir eru með þetta í 12.0, þeir eru með þetta í 6.0 og 8.0 eins og ég sagði, og það er það er bara allt rangeið af öllum litunum sem er framleiða í Tvinna eru til í þessu, sem er alveg geggjað, og við erum að sjálfsögðu að nota í þessa sem fyrir 8.0 Classic Waxed. Og þetta fáið hjá seljendum Semperfli á Íslandi. Það er Flugubúlan, sjálfsögðu, mínir gömlu samstarfsfélagar þar, og svo held ég nú alveg örugglega þetta sem komið í veiðihorni líka. Ég er ekki bara ekki búin að kíkja á málið. Þannig að við erum með Semperfli og Arex. Og já, þessi fluga er ég keypti þetta nú bara á netinu frá, þetta er Made in China, þetta er soldering wick heitir þetta, 1 mm á breidd, og svo keypti ég aðra rúlu sem er 1,5, og við ætlum bara að láta henni 1 mm duga, þetta verður ekki það stór fluga, og við sjá hvernig þetta kemur út. Þetta er ofur einfalt sem sé í nýtingu. Og að því að við erum að nýta þetta svona niður, þá förum við með þetta eins svona langt aftur og baka hérna á búkinu við viljum. Það gæti, já, gefið ykkur hugmyndir af einhverjum öðrum flugum sem eru með hérna koparbúk. Og ég ætla að henda smá sapagap hérna á búkin til þess að líma þetta hérna niður. Já, hún sýnir sumir þurfa að vera endurnýja þetta ágæta efni sapagap, þetta er að hotna upp hérna hjá mér. En látum að duga í þessa. Svona. En það er, já, ég er eins og ég segjum á leið til Florida núna þegar þetta er tekið upp. Ég er að fara úr húsi núna bara á eftir. Svona eftir klukkutíma. Ég ætla að skjóta 2-3 vídeó áður. Ég ætla að eiga handraðana með henni í rúti. Og ég ætla að kíkja í Bass Pro Shop út í Florida, State of Florida. Og þar munum við einnig græja fyrir ykkur. Sjáðu hvernig búkurinn byggist upp. Ég ætla ekki að zooma þetta aðeins nær, þannig við sjáum svona raunverulega hvað er í gangi. Svona. Svo snúum við búknum hérna aðeins á þessu. Kemur náttúrulega geil í þetta hérna eins og mátti nú reikna með, en við setjum á hana. Eins og við setjum á hana kraga og búin til haus. Við höfum kragan bara út peacock, þannig að þetta verður eins einfalt og hægt er, sjáðu. Þetta kemur ekki svo slæmt út. Og það sem að, já, þetta er ekki besti þetta er núna. Það er brettur kopar í þetta. En þetta fæst á eBay og hinum og þessum stöðum. Við ætlum að henda kraga á hana, þannig að þetta verði eins og Brassi. En þetta er þetta Brassi, og það sem, ef við tökum hann aðeins úr,
Kosturinn við hún alveg klett þung svona, þannig að tungsten kúlan plus koparinn, þá erum við að tala alveg gúrme stöf. Og ég ætla að nota bara píkokörl í kragan, 2-3 fanir, bara til að fela hnútinn og svona eins og maður gerir. Og svo þetta bara eins og við séum, þetta sára einföld fluga, fljót nýtt og ekkert voðalega dýrt í hana efnið. Maður alltaf að huga því svona líka verðin og svona, þetta náttúrulega kostar allt og alltaf gaman þegar maður dettur niður á eitthvað svona alternativ efni, þá líður manni eins og maður sé að græða eitthvað alveg. Það er dottið í eitthvað lökubott. Svona. Svo lokum við þessu hérna. Ekki fallegasti hnúturinn, en þetta látum við duga. Ég er búinn að prófa þessa flugu, hún virkar. Og til þess að reka endahnútinn á hana, þá ætla ég útbósi, þetta er alltaf ferð hérna, þá ætla ég að henda á hana bara svona lakki, bara gamaldags varnis hérna, bara gamaldags sellulósalakki. Þá hérna bara rétt yfir búkinn og þá fáum við að sjá því smá glanseffekt á búkinn áður við gerum hnútinn á fluguna. Og þetta verður fyrsta vídeóið í vetur og það verður mikið að gera í vetur. Ég er að fara með allir Bandaríkjanna, ég er að fara að nýta þarna á okkur hittingi í Tampa. Núna beðinum það núna í vor. Og svo erum við boðið á sýningu í Írlandi núna sem helgina 16. eða 17. og eitthvað nóvember, Irish Fly Fair. En ég verð bara út í Bandaríkjunum akkurat á þeim tíma, þannig ég kemst því miður ekki á þá sýningu, sjáum við, tökum hérna svona smá að þessu. Þá bara hnúturinn eftir og allir klárir. Þannig ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið. Þakka ykkur sem lítu. Munið að styrkja rásina. Gera samskrifundur og deila vídeóinu og allt þetta. En þangað til. Þetta er nýtt lag. En þangað til, þá bara sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.